Komiði sæl og verið velkomin í Klefan. Í Klefanum þá talar allt íþróttafólk sama tungumálið. Markmiðið að finna leiðir til að bæta árangur. Gefum Silju Úlfars orðið. Jæja, komið sæl og verið hjartalega velkomin í Klefan. Í dag verðum við með dúndu þátt. Ég veit ég segi þetta alltaf en ég bara svo ógeðslega ánægð með alla viðmælendum sem koma til mín. Þátturinn í dag, hann í boði Good, Hafið fiskverslun og heilsuhyllinnar frá Artasan og þið vitið að þá auðvitað þið að styðja við þessi fyrirtæki því þau styðja við íþróttafólk. Það nefnilega sko skilyrði mitt. Já, Hafið, geggjað fiskur hjá þeim sko. Geggjað, Mælum með þeim. Já, það verður kvöldmat hjá mér í kvöld sko. Heyrðu, Logi Eldon Geirsson, ég ætla nú samt að kalla það Logi Geirs. Þú Logi Geirs og ég Silja Úlfars, það bara flott. Já, maður svona meira þekktu fyrir það. Já, en Eldon-nafnið flott sko. Já, þetta svona smá leyninafn. Þetta svona fjölskyldunafn sem að eiginlega allir einhverju tóku upp svona seinna og svona. Já. Og þetta alveg, já, börnin mín heita Vilberg Eldon og Júlía Eldon, þannig að ég noti þetta alveg áfram sko. Sjálfsögðu. Herðu, þú ert fyrrum handboltamaður, algjör meistari. Já, ég myndi nú alveg segja, ég ennþá handboltamaður í haustnum. Ok, ég tengi við þetta sko, ég bara spretthlaupari. Ég ennþá íþróttamaður. Já, þú veist. Nei, við verum alltaf íþróttafólk sko. Ég held það. Ekki spurning. Herðu, þú ert 41 árs. Við erum að eldast Logi. Þú ert samt aðeins yngri en ég. Sem betur fer. Já, mér finnst þetta nú bara að ganga mjög vel samt að eldast sko. Já, það er flott. Herðu, þú ert uppalinn hjá FH. Sko, ég man eftir þér þegar ég var í handbolta og það var svona nokkuð skiptið þá ég kom í hraðarupplaup og þú varst náttúrulega bara alltaf uppi kapla og ég kannski kem og ég skýt fram hjá eða þú veist, markmann ver hjá mér eða eitthvað og þá heyrist alltaf í þér í horninu. Ég hefði skorað. Ég var þekktur fyrir þetta, vera upp í kapla bak við netin og vera að stríða svolítið, en já, maður náttúrulega bara ólstatnu upp og tengingi við FH og náttúrulega afi minn stofnar FH á sínum tíma, Hallsteinn Hinriksson og svo pabbi náttúrulega fylgir í kjölfarið og upp í Kaplakrika alla daga, hann framkvæmdastjóri og þjálfari og ég veit ekki hvað, þannig að maður einhvern veginn bara elst þarna upp. Mér leið bara eins og ég átti eiginlega meira heima þarna heldur en heima hjá mér sko. Já, nei, þú varst alltaf þarna sko. Það láta mann heyra þegar mann klikka eitthvað og segja manni til og mér fannst þú náttúrulega bara að vera lítill pjakkur sko. Já, og svo breytist það, svo hjálpaði þú mér til dæmis fyrir Ólympíuleikana með hlaupastílinn og fleira. Þá kom ég og Aron til dæmis til þín og hann að við höldum nú alveg hópinn annars sko. Já, sjálfsögðu. Og fáum lærum að hvort öðru. Það svona beauty við svona stór og sterk félög sko, það kynnast allir. En hvernig var að alast upp sem sonur Geir Hallsteins? Það var áhugavert. Það var alltaf verið að, þú veist, nefnan og við mig og sérstaklega eldra fólk. Já, ert þú sonur Geirs og þú eru aldrei góður og hann í handbolta. Hann fann upp undirskotið og hann var náttúrulega fyrsti atvinnumaður Íslendinga í handbolta og var búinn að vera íþróttamaður ársins og ég man að voru aftur að koma fjölmiðlar heim og svona, hann að maður fann alveg fyrir því, sko. Já. Og en alltaf bara tala æðislega vel hann og hvað hann sé góður maður og sé alltaf hjálpa öllum og já, bara topp eintak. Ekki spurning. Og svo náttúrulega þjálfaði hann mig og kendi mér helling og svo fetaði ég svona í fótspor hans þú veist, ég náttúrulega hugsaði það alltaf mér langar líka að vera svo pappi þú veist, að vera atvinnumaður og komast á Ólympíuleika og það gerðist. Og var þetta alltaf bara svona eldur hjá þér? Já, þú veist, einhvern veginn innst inni en ég var aldrei búinn að finna leiðina og bara þegar maður var að alast upp þannig að fyrir 2000 þá var rosalega erfitt að fá upplýsingar, maður vissi ekkit hvað allir bestu voru að gera. Nei. Og ég man að þetta var bara, ég skrifaði mitt bók þegar ég kom úr atvinnumennskunni, þá gerði ég þetta svolítið upp, þá var ég í rauninni bara, þú veist, fólki fann svo ótrúlega merkilegt bara hvernig
ég gat farið úr því að vera í þriðja flokki í B-liðinu í að á 4 árum að vera komin í besta liði heimi og spila fyrir fram að 33.000 manns. Það var bara, herðu, hvernig gerður þetta? Hvað gerðist á þessum tíma? Og þá fór ég að halda fyrirlestra og ég tek fyrir svolítið söguna, hvað gerist og hvernig ég tek ákvörðun og hvað markmiðasetningin skiptir miklu máli, að því að leið og setu svona stór markmiða, þá byrjar þetta bara automatískt að, þú veist, gerast í haustum að bara, heyrðu, hvað þarf ég að gera til að komast þangað? Og þú veist svörin sjálfur. Og þetta var í rauninni bara þannig að bróðir minn kemur heim frá Þýskalandi og það eru jól og hann rétti mér svona gamla kassettu, það upphafið af þessu öllu, sko. Og segir, heyrðu, þú verður að horfa á hana leik, og ég seti hana leik í og ég sé að Lemgo að spila, það eru Þýskalandsmeistarar og þessi Daniel Stefán besti handboltamaður í heimi, þetta er 1998. Og og ég horfa á þetta og ég bara, þú veist, það gerist bara eitthvað. Ég horfa á þetta aftur og aftur og aftur, sendi þessum gaur e-mail, þá var hann búið að vera nýbúinn að vera valinn bestur í heimi, bara, heyrðu, ég ætla að vera komin hérna eftir 5 ára og spila með þér. Og fekk náttúrulega aldrei neins svör, en 4 árum setna þá var ég komin við hliðina á honum. Og þú veist, ég man eftir, ég var í rútunni, vorum að keyra, það var Schalke Arena, 33.000 manns, fyrsti leikurinn Lemgo Kiel, og við Þýskalandsmeistar á þeim tíma þegar ég kem, og þetta var allt svo surrealist, og ég talaði við hann og segja hann bara, heyrðu, ég sendi þín mail, og hann sagði, blessaður vertu maður, þetta var á þessum tíma sem heimasíðuna voru bara rétt að byrja. Ég sá aldrei neinn svona, þú veist, e-mail eða eitt eða neitt, og mér fannst þetta bara allt svo, þetta var alveg brjála, ég var búin að sjá þetta allt fyrir mér, og þetta gerist allt. Og svo bara fyrsti leikur var bara heimsmyndsleikur, 33.000 manns, og ég með 6 mörk, geggjaðir. Ég var búin að sjá það líka fyrir mér. Og mér fannst svo áhugavert, ég hlusta á Helga Val sem var hjá þér daginn. Hún var að tala alls konar svona sjálfstal, skynmynda hluti, þú veist, hvernig þú sérð fyrir þér. Veist, það er ennþá verið að gera grína mér upp í Kaplakrika að ég gat farið út að hlaupa satt upp í rúmi. Ég gat legið bara heima, ég var komin í svona meistaraflokksæfingu í FH, ég hef verið svona 18-19 eða eitthvað, þeir ennþá að minna mig á þetta, Gummi Pett og fleiri. Ég held að ég hef heyrt þetta, sko. Já, að þá áttu allir að fara út að hlaupa, og það var ekki handboltaæfingu, það var hlaupaæfingu, og ég hef búin að vera að nota mændi svo mikið, og ég hef búin að lesa það væri hægt, alveg eins og maður getur byggt upp kvíða með því að ofhugsa eitthvað. Skilur, ef ég tek þetta lóð hérna og þú veist, held í svona, það er ekkert mál í smá tíma, svo bara verð ég þreyttur og svo bara lamast ég með tímanum, og það er alveg með kvíða hvað sem maður gerir. Að, þú veist, hausinn er svo sterkur og getur gert alls konar, framkvæmt alls konar líkamlegar breytingar. Og ég man bara, ég var í bílskútum heima og ég hugsaði bara, heyrðu, ég ætla ekki að fara út að hlaupa í dag, ég ætla að fara út að hlaupa bara í huganum, og leggst upp í rúm og ligg og bara byrja bara að ímynda mér rosalega sterkt að ég sé að fara út og ég sé bara bílan í götunni og bara hérna fluga og hérna fer ég niður göngustíginn og hérna samkaup, og svo bara byrjaði bara að svitna og ligg bara upp í rúmi og ég trúi svo alltaf sjálfur og og svo kem ég á æfingu daginn eftir og allir tók ekki allir hlaupinn og þá segi ég, herri, jú, ég tók það reyndar upp í rúmi og þeir náttúrulega bitu, hvað gekk á, og ég útskýri þetta fyrir þeim. Það var bara eins og þeir hefði séð draug, sko. Þeir horfðu á mig, bara, þeir vissi ekki hvort þeir ætla að hlæja að gráta, hvort ég var að grína, sko. Það er bara nýja kynslóðinu mætt. Já, bara, herðu, þú veist, þetta á ekki að vera hægt, og ég er náttúrulega stend ennþá með þessu. Ég gerði þetta og ég get svo svari fyrir það. Ég veit ekki hvort það séu margir sem að geti þetta, en þetta er bara á við allt. Þetta er eins og að verða sigurvegari. Nú hef ég farið erlendis og verið Evrópumeistari og svona. En maður getur ekki séð fyrir sér hluti og raunverulega séð fyrir sér að vinna og svona. Þá er eiginlega ómögulegt að vinna. Já, það er þannig. Það er, og mér fannst svo... Þú hefur ekki trú á sjálfur, hver í anskotanum að hafa það þá? Já, og það er bara með svona sjálfstraust og sjálfsmynd og svona. Og mér er mjög áhugavert, og þið eru mikið búin að tala í þessu þáttum hérna varandi sjálfstraust úlinga og svoleiðis. Að, þú veist, fyrir mér er þetta svona, það eru 2 hlutir í sjálfstraustinni. Þú veist, það er sjálfstrausti sem við fáum þegar við gerum eitthvað oft. Þú veist, ef ég fer í golf og ég núna, þú veist, hitti kúluna 2 að 10 svona mjög vel, alveg bara smooth. Ég æfi mig, svo bara, herri, ég er farin að hitta 9 af hverjum 10.
þá ég komið sjálfstraust. Já. En það sjálfstraust ekki næstu því eins gott og sjálfstrausti sem við raun og veru, þú veist, þetta svona 2 hlutir. Ég ætla að reyna að útskýra þetta fyrir þér með svona að ég sé þetta fyrir mig þannig að þú veist, gefum okkur að ég klikki. Ég er búin að æfa. Ég fer bara á teiginn og ég tek skotið og klikka fyrsta. Þá getur þetta bara verið farið. Já. Endurtekningin, sjálfstrausti í hausnum miklu mikilvægara heldur en það sem kemur í endurtekningunni. Okay. Og þú veist, þess vegna var ég oft kallaður örbylgjuofninn. Þú veist, ég kom bara inn á, ég skaut og ég skoraði ekki og breytti engu. Og ég er búin að klikka kannski 4 skotum en svo bara úrslita skoti, ég teka líka. Já. Af því að ég er búin að ákveða það að láta ekki frammistöðuna minnka sjálfstraustið mitt. Þess vegna var það alltaf svona hátt uppi. Láta ekki frammistöðuna minnka, þetta geggjusetning. Já, þú veist, og það það sem að íþróttamenn mjög oft flaska á, að þeir, þú veist, þegar ég klikkaði, hugsaði bara, hvernig gat ég klikka? Þetta fáránlegt, ég tek bara aftur það. Því ég á eitt moment sem að breytti öllu, sem að gerði þetta að veruleika fyrir mig. Þá erum við að spila, ég var alveg í landslið og erum að spila á móti pressuliðin hérna á Íslandi. Og við erum nýkomnir, þú veist, ég nýkomin landsliði, Guðjón Valur í horninu, ég fæ boltan, fer inn og klikka. Og ég man ég hljóp tilbaka og þú veist, hann var komin í atvinnumennskuna og ég var hann að fá eitthvað break og ég hugsaði bara, shit maður, ég myndi klikka aftur. Það bara komin á bekkinn og leikurinn bara allt í steik og byrja að hugsa neikvæðar hugsanir. Já. Sóknin eftir, kemur aftur færi, svona hálffæri og ég fer ekki inn. Nei. Það gerist aldrei aftur á ferlinum. Ég fór út í bíl, ég trilltist, ég hugsaði bara, þú veist, þetta má aldrei gerast aftur að ég taki sjálfstraustið mitt niður. Þannig að það þurfa ofta að gerast eitthvað svona moment þar sem að, svo var ég geggjaður í leiknum og þú veist, skoraði hellinga 8 mörk eða eitthvað og allt það, en þetta satt svo lengi í mér að hugsanir mínar náðu að taka sjálfstraustið niður. Já. Og eftir það hefur það bara aldrei gerst. Fór bara í smá sjálfsvinnu með þetta og ef að íþróttamenn og íþróttakrakkar myndu byrja á þessu að þá skiptir engu máli þó klikkir 2 vítum í röð, þú ert bara tilbúin að taka 3. Sjálfsögðu. Og þetta eru bestu leikmennir. Og þú veist, í dag, ég búin að þjálfa, þú veist, ég veit ekki, 6 til 8.000 einstaklinga frá því ég kom til Íslands og fór að þjálfa. Og í dag, þú veist, ég ekki lengur að hitta fólk og mæla, en ég með alls konar landsliðsfólk, handbolta, fótbolta, körfubolta, hugafast þjálfun, ég með bestu íþróttamenn Íslands sem hringi mig og fá aðstoð varðandi alls konar hluti og svona. Þannig að ég mikið að vinna í svona hugafarinu að því að maður verður aldrei betur en sjálfstraustið sitt. Nei. Og ég alltaf að sjá þetta aftur og aftur að fólk að láta það detta allt og mikið út frá frammistöðu. Já. Það bara kemur einn lille leikur og svo verður bara aftur og það kann ekki að stoppa. Og maður sér þetta alveg, þú veist, maður að horfa á Ólisteildina og maður sér alveg bara, hann búin að missa sjálfstraustið. Mér finnst maður alveg geta svona mappað bara, ætla hann þorið aftur? Nei, hann þorið ekki. Mér finnst maður alveg svona að sjá þetta, mér finnst þetta mjög góð punktur hjá þér. En mér langar aðeins að smá spóla tilbaka út af því að þú ert í FH og þú ætlar að fara í Lemgo. Hvað gerðirðu, þú veist, hverju breyttir? Þú tókst þarna bara ákvörðun eftir 5 ár, 4-5 ár, þá ætla ég að vera komið þangað. Þú veist, hvað breyttirðu? Ertu með einhverja töfra formúlu fyrir okkur? Já, formúlan náttúrulega bara að gera alla erfiðu hlutina og þetta á bara við lífið líka. Maður gerir ekki erfiðu hlutin í lífinu, þá verður lífið mjög erfitt. Ég man sko eftir þér og þú, ég held að hafi bara verið í B-liðinu eða eitthvað sem bara gott og blessað og bara útrúlega góð saga því að fólk þarf ekkert alltaf að vera bara alltaf í A-liðinu. En málega er að ég man að þú sagði bara við okkur, ég verði atvinnumaður, býði bara. Eitthvað, ég bara man eftir því og ég sagði bara, vá, hann svo mikla trú að sjálf sér, ég hef alltaf borið mikla virðingu fyrir því. Já, og ég var alveg að ströggla og var mjög sinnþróska og þú veist, alls konar svona hlutir sem höfðu áhrif á mig en styrktu mig á sama tíma. Já. Og svo þessi formúla kannski, þú veist, sem ég tek líka fyrir og mikið í fyrirlestranum sem þess að ég fer bara yfir það þegar þú ákveður að gera eitthvað. Þú veist, það enginn að fara, Manchester United ekkert að fara hringið og bjóða þér, sko. Þú verður bara að koma þangað. Og það sem að skiptir svo miklu máli að þegar þú setur þetta á stað, bara heyrðu, ég ætla að gera þetta, ég ætla að fylgja þess eftir,
þá verður maður að gera sér grein fyrir því að þetta er erfitt, árangur svona og aftur og bak og upp og þá koma meiðsli og við höfum langar svolítið að ræða meiðsli við það eftir, en það sem ég gerði var að ég herti á öllu, ég bara tók matinn í gegn, ég fór að sofa betur, ég fór að æfa aukalega, ég fór að taka alla þætti og sérstaklega hausinn í gegn og það bara, ég ætla ekki að fara í partí, ég ætla að fór út að hlaupa, ég ætla að gera þetta, ég ætla að vanda mig í mataræðin, ég ætla að lesa með hans til þetta og í dag, þetta 10 sem auðveldar í dag, þetta þá. Já. Þú veist, það allt bara fyrir framan okkur. Ég get bara, ef ykkur kemur tíminn, ég get bara sagt bara formúluna, á gerir þetta, getur orðið atvinnumaður. Ég búin að búa til, þú veist, ég segi ekki ég búin að búa til, en fólk hefur komið til mín, ég leitaði að verða atvinnumenn og það tekst bara eiginlega alltaf. Þú veist, ég myndi segja yfir 80% tilvika, þegar þú ert algjörlega staðráðin í að þið langar að verða atvinnumaður í ykkur íþrótt og lifa ykkur draum, þá bara, ég hef gert þetta áður, ég veit leiðina. Og veist, ég get sýnt þér nákvæmlega hvað gerist og líka eins og þið ræddið, þú og Helgi Valur, það var til dæmis eins og með meiðsli og svona, því nú veit ég að fara fram og tilbaki í alls konar. Að ég sá marga sem voru að fara sömu leið og ég, en lenda í einhvers konar áföllum, þú veist, meiðslum eða vandræðum í einhvern smá tíma eða verða undir í einhverju eða þurfa að flytja eða eitthvað gerist. Að þetta allt of fljótt að brotna. Já. Og hann nefndi þarna frábæra hluti hvað gott að gera eftir meiðsli og allt þetta, en það sem að flesti taka eftir íþróttamenn, að þeir meiðast að þá verða þeir rosalega sárir út í það að klúbbarnir eru ekki með neitt öryggisnett. Þú bara meiðist, það hringir enginn í þig. Það bara slítur krossbönd, þú bara til þegar tilbúin. Já, þú dettur algjörlega út úr hópnum, þjálfarinn hringir ekki í þig, það engin svona eftirfylgni frá klúbbunum og þetta það sem að kannski rauði þráðurinn í að fólk dettur út úr eftir meiðsli mikið, ekki nóg með að það sé að vinna í sjálfu sér og koma sér á stað aftur og ná fyrir styrk og allt það, heldur að það vantar algjörlega frá félögunum að taka þau nær sér. Af því þegar maður lágur í orku, þá þarf ofta aðeins að hífa mann upp, þó maður ekki að treysta á aðra, að þá þarf maður annarkvort að láta segja sér það eða maður þarf svolítið að sækja í þessa orku. Já, þetta bara mjög góða punktur hjá þér. En meiðsli, hvað vil ég vera að þar? Já, bara, þú veist, það þessi eftirvinnsla úr meiðslunum að það rosalega margir, ég teki eftir þessu sérstaklega síðustu árin, búin að vera bara núna í 13-14 ára að þjálfa íþróttafólk og ég sé bara þegar fólk meiðist og sérstaklega úlingar að það verður eitthvað hræðsla, bara ég að lenda eftir á eða en það ekkert þannig, þú veist, ef ég meiðist á hendinni sem íþróttamaður þá lyfti ég bara fætur og ég get hlaupið og ég get styrt hausinn og ég get laga mataræði og ég ætla að halda svefninum og ég ætla að fara í markmiðasetningu og þú veist, fókusin verður svo rosalega sterkur á vandamálinu sem svo sorglegt vegna þess að þú getur alltaf séð það neikvæða í öllu og getur líka alltaf fundið eitthvað jákvætt í þessu neikvæða, þannig að svona hugafar í meiðslum skiptir öllu máli og gefa sér líka tíma. Ég stundum kemur eitthvað tíminn og ég segi bara, skoðum þetta eftir hálft ár verður þú komin á þann stað að fólk þarf að því að íþróttamenn eru stöðugt svona svolítið mælanlegir í dag, tölfræðar að koma meir inn, þú veist, það alltaf verið að fylgjast með, þú veist, það verið að fylgjast með hlaupatölum hjá úlingum, fótboltaliðum, allt þetta er allt svo mælanlegt og alltaf bara dagurinn í dag. Ég ekki þar, ég bara horfum eftir ár skal ég vera búin að setja upp svona 3 level eftir hálft ár, þú veist, þá ert þú bara mögulega að fara að komast í úlingalandslið eða ekki horfa of stutt. Nei, horfa stærri myndin, heildarmyndin miklu mikilvægari heldur en alltaf vera fókus á þessi leikur að því að, þú veist, byggjum okkur upp, þá verður maður miklu betri, þú veist, að horfa aðeins lengra, fattar hvað ég við. Já, en eins og þegar þú tekur þessi ákvörðun að þú ætlar að vera atvinnumaður, þú veist, þú setið markmiði, markmið að komast þangað, en þú lítur að hafa settir þá einhver svona, þú veist, ég ætla að vera svona þungur út af því að þyngdina þetta skiptir máli í handbolta og styrkurinn, þú veist, og þú veist, eitthvað, þú lítur að hafa settir svona minni markmið, það ekki svona í áttin að því. Jú, það er lykillinn að þessu, eins og í markmiðasetningu, það að þú veist, það alltaf að tala skýr og mælanleg og allt þetta. Það bara ekkert alltaf hægt að
elta markmiðin alveg þannig. Nei. Stundum verður maður bara að nota hausinn á sér og þetta alltaf tröppugangur og ég fann samt sko, ég bjó bara, þetta eins og að fara komast upp á loft sko, ég bjó bara til eina tröpp í einu, ég sá fyrir mig bara, heyrðu, ef ég tek matinn í gegn, ein trappa, ef ég fyrir að bæta aukaæfingarnar, kemur önnur trappa, að ég get ekki hoppað upp í einu rykk sko, ég þarf að búa til hennar stiga og ég veit nákvæmlega hvaða tröppu þurfa að vera, það vita það allir sem setja sér stór markmið, ef að ég ætla að, þú veist, ég get lofað því ef ég væri 13 ára og ég væri í fótbolta, þá mér langaði Manchester United, ég held ég geti komist á það, alveg eins og ég var 13 ára, alltaf skilurðu. Svona talaður líka þegar þú varst 13 ára. Já, og ég að segja, og ég veit leiðina, ég veit hvað ég þarf að gera til þess að komast á það, sko. Nákvæmlega, ég bý til þess að tröppu sjálfur, ég herði á þeim hluti sem koma og þori að horfa svolítið langt líka og auðvitað alveg, þú veist, spes að vera að segja bara, já, ég verði svona, þú veist, ég skrifaði ég man ekki 7. bekk og eitthvað, ég var að skrifa, það var svona símaskráni í gamla þetta, það var svona þykk. Jöps. Þá var ég að skrifa einandarráðunum þegar þið atvinnumaður, sko. Heyrðu, ég gerði það líka. Og svo ég bara, þú veist, á Ólympíuleikunum að gefa sömu einandarráðuna og ég hugsaði bara símaskráinu á eldhúsborðinu hjá mömmu þegar mamma sagði ekki eina blaðsíðuna, skilurðu? Já. Þannig að draumur Aron Pálma var að koma í fermingaferð til þín. Já, hringir mamma hans eða pappi í mig og segir bara, heyrðu, hún dauðlangar að koma og hann kemur og svona löng saga stutt að þá fékk hann að vera með á æfingu, hann var í 8. bekk og þeir voru bara hvað að gerast þú veist, og vildi bara semja við hann strax sögðu bara, heyrðu, þegar hann verður 15 ára þá verður bara klárir. Svo var ég náttúrulega áfram og ég geri með honum svona forfeirtrag, svona samning að þeir vilja fá hann frá FH þegar hann tilbúinn. Já. Og svo náttúrulega kemur Kílin í myndina og svona eiginlega rænir honum, skilurðu. Þannig að, þú veist, já, en maður er búin að sjá og líka bara þessi strákar sem að, þú veist, eru bara búin að setja marki, ég ætla bara að verða atvinnumaður. Men, þú veist, það alltaf þetta endalausa óþólandi dæmi sem verið að segja við unglinga, en þú veist, plan B, hvað ef þú getur ekki verið íþróttamaður, þú veist, ef þú meiðist, hvað ætlar bara að fara að vinna í bónus og þetta óþólandi nálgun. Já. Þú ert bara íþróttamaður, þú gerir bara það sem þú vilt gera, svo kemur bara nýr kafli, þú getur alltaf mentað þig, það aldrei of seint, veist, það ekki að þetta gera allt í einu, ef þú ætlar að skara fram úr í einhverju, ef þú ætlar að reyna að verða íþróttamaður, gefum okkur bara fótboltamaður, þá tekur bara ákvörðun og þú gerir allt sem þú getur til þess að verða fótboltamaður. Það ekkert plan B, ég meina hvenær hafði ég plan B í einhverju? Þú veist, það bara plan A, ef það breytist þá bara komið nýtt plan A, skilurðu, þú veist, það ekkert B. Það loðalegsta setning ever. Já, en það bara eins og Denzel Washington sagði í ræðinu sinni, þú veist, falling back on what, sko. Já. Þú veist, af hverju ert alltaf að búa til, ég bý mér ekki til mögulegan að ég muni, ef eitthvað klikkar, þá ætla ég að hvað fræðum ert að sá? Já. Ef eitthvað klikkar, ég myndi aldrei fara, ég fer ekki á vítapunktin ef ég klikka, ég að fara til að skora. Og þetta á við í öllu og ég að segja ykkur, þetta risastór lykill að detta ekki í þessa grefju að já, ég ætla nú kannski að vera í skóla líka því að ef ég verð svo ekki atvinnumaður þá get ég fengið ykkur að vinnu, þetta bara bull, ég ósammála þessu, bara ef ég ætla að gera eitthvað, geri það bara fullu í það og ekki hika við það. En trúirðu öllum sem segja við þig, ég ætla að vera atvinnumaður? Þú veist, færðu alveg bara svona trúi þessum og ég veit ekki með þennan eða svona? Mér oft skjáttlast, ég oft hafa einhverju komið til mín og kannski ekki skjáttlast í þeim skilningi að hafa ekki haft trú á þeim með eitthvað svoleiðis en þeir hafa kannski komist lengra heldur en ég hef haldið. Já. Þú veist, svona meira þannig, ég bara, vá, hvað þessi varð góður. Já. Þú veist, komið mér á óvart á jákvæðan hátt. Já. En hvað finnst þér? Þú veist, ég man að þú sagðir eitthvað, 13-14 ára, ég ætla að vera atvinnumaður og mér fannst það skrítið út af því hausinn á mér var bara ekki þarna og ég endaði svo ekki í handbolta en svo sá ég það náttúrulega bara gerast en ég kynnist og Gylfa sig 14 ára og hann ætla að vera atvinnumaður og ég fann alveg bara, þú veist að þá var ég búin að vera að keppa svolítið og, svona, og vera í atvinnukona sjálf en þá ég fekk bara svona gæsað bara hann verður atvinnumaður, bara 100% og bara fór heim til pappa og bara,
herru, gæi hérna, hann verður atvinnumæður og svo bara svona át að jöfnar þjálfa eins og þú, bara unga kynslóð í gegnum tíðin og eitthvað og maður finnur svona, það er bara svona eitthvað svona andrúmsloft í kringum suma, þú veist, ég man alveg sko Dagný Brynjars þegar hún hérna er hjá mér eitthvað og ég held hún var góð, hún var samt kannski ekki geggjuð eitthvað í fótbolta, ég man það ekki, ég var bara með henni í hlaupum og einhverju styrtaræðingum, en ég fekk alveg svona já, og þú veist, Sara Björk bara gæsahúð, þú veist, það er alveg svona típur sem maður finnur svona, þú veist, og svo sér maður, þessi meiddist, þú veist, og spennandi að sjá hvernig manneskjan fer með þetta á næsta level. Já, gaman að skilja nefna Gylfa, ég meina, spurðu hann hvernig hann gerði þetta, hann ætlaði bara á atvinnumæður og hann var ekkit í úlingavinnunni eða, þú veist, þannig að, þú veist, það var ekkit plan B hjá honum, sko. Ekki neitt. Þú veist, þú ert bara með plan A og þú ferð bara þessa leið sem þú velur og svo þarftu líka bara að læra að æfa á limitininni, þú þarft að meiðast áður verður atvinnumæður, þú þarft að komast í gegnum það, ég myndi ekki að vilja ekki meiðast neitt og koma svo í atvinnumennskuna og kunni ekki að höndla erfiðleika og þú veist, ég æfði það mikið, ég hljóp á nóttunni stundum, hljóp bara keilisvöllin fyrir ólympíuleikana og ég ofreyndi mig alveg líka stundum og ég fann að líka mig sagði stopp og oftar en einu sinni, oftar en tvisvar, en þá vissi ég líka hvað ég kemst langt, þú veist, þetta er allt bara og það sem úlingar eru mest að velta fyrir sér er að, þú veist, er ég að gera rétt? Já, þú veist, halló. Einmitt. Þau eru svo upptekin af þessu. Já, bara, allt verður að vera bara svona í réttri lín og röð. Er ég að gera rétt? Er ég að gera nóg? Eru þetta æfingarnir sem hjálpa mér núna? Hvað ef að ég þú veist, ég sjálfur veit formúluna. Já. Ég kenni formúluna. Ég er náttúrulega bara að skoða líka fólk hvað er statt og það er mjög auðvelt í nútíma íþróttafræðum að sjá einstaklinga hvar þeir eru bara til dæmis í styrk. Það er mjög auðvelt að mæla það. Og úthaldi og svo framvegis og ég náttúrulega sé strax íþróttamenn bara, ef ég sé íþróttamenn sem eru með hausinn rétt stiltan þá ég get bara sagt bara, heyrðu, veldu bara íþrótt, já þú bara getur farið hvað sem er, ég sé bara hausinn að þér, þú ert til í þetta að því að ef þetta er búið að eiga sér stað ákveðin svona styrkleiki hugarfarslega þá, þú veist, líka bara eins og læknisfræðin í dag og bara sjúkraþjálfun og allt sem tengist líkamannum þú veist, skiptir engum máli þú hefur stítið krossband, ég meina Óli Stefsleit krossband 21 árs, svo var hann bara 20 ár besti handboltamæður í heimi, þú veist, þetta er ekkert eitthvað slæmt að meiðast í dag, þetta er bara eðlilegt, þetta er hluti af leiknum togna, brotna, það er ekkert það erfitt að sé ekki hægt að gera við það Er hugafar bara lykill nummer 1? Já, þetta er allt í hausnum, þú ferð ekkert lengur en hausnaður sko. þú skýtur ekkert herðið á miðar ekki neinu. Talaðir þú einhvern tíma niður til þín? Nei. Af hverju ekki? Var það pabbiðin eða foreldræðinir? Nei, þetta var bara... Af hverju bara varstu svona? Það er kannski erfitt að reyna að finna eitthvað. Ég bara ákvað það að taka sjálf mig í sátt. Ég var rosalega ósáttur við mig. Margt bara sem að ég hefði viljað vera öðruvísi. Ég var ósáttur við hvernig ég leit út og ég var ósáttur við hvernig ég var seinþroska. Ég var ósáttur við þetta og ég vildi vera svona og svo bara einn daginn og hugsaði bara, herðu, þetta er ekkert að fara að ganga svona. Ég er bara að brjóta sjálf mig niður. Ég næ aldrei að vaksa þangað sem ég vil verða sem einstaklingur. Þannig að eitt svona stærsti sigurinn í mínu lífi var að taka sjálf mig í sátt og það gerst bara fyrir fram að spegil sko. Og tala við sjálfu sitt skiptir svo miklu máli. Segja við sig bara, herðu, þú ert búin að gera allt þitt besta eins og fyrir leiki og svona. Ég var ofta að horfa í spegil svona, þú veist, inn í klefa, landsliði að spila. Fór ég bara fyrir fram að næsta spegil bara, herðu, þú ert búin að æfa nákvæmlega svo vildir æfa. Þú ert tilbúin í einu leik, þú veist, þú ert geggjaður, þú ert með frábær skot, þú bakkar upp liðsfélagann, þú ert með góða orku í þessu leik. Og ég talaði bara svona og allir hlustuðu og þú veist, það var enginn sem kippti sig upp við eitt eða neitt. Af því ég er vanur þessu, ég bara geri þetta, ég er að tala jákvætt til mín í sjálfu mitt, svo fer ég bara núti, ég er bara klár. Ég er bara búin að ákveða, auðvitað var alveg stress í manni og alls konar, maður upplifði alls konar hluti. En þetta skiptir ótrúlega miklu máli. Ok, ég er svo peppin núna. Þetta var bara eitthvað þetta var geðveikt sko. Já, svo fór ég bara út og rústa þessu og svo var bara sjálfstöðið þannig finnur ekki leik, ekki einasta leik með mér þar sem að sjálfstöðið verður lítið sko. En ef að, þú veist, þið töpuð og þér gekk illa og eitthvað, þú veist, varstu samt bara eitthvað, þetta var samt gott skot þarna og ég gerði þetta vel eða? Nei, ég var ekkert eitthvað að pæla í þessu sko. Var þetta bara búið? Já, ég bara, þú veist, það bara kláraðist. Já. Og það sem mér hefur fundist líka rosalega mikilvægt eins og fyrir unglinga og svona íþróttamenn er að leggja mér áherslu líka á endurheimt. Ég hefði viljað, sko ég er ekkert að grínast ef ég hefði vita allt sem ég veit í dag. Ok, fyrir þangað, já.
ertu að grínast? Ég veit. Ég hef verið bestur í heimi, sko bara, þú finnst mér, sko, með efforti sem ég lagði í þetta, að ég lét engan, þú veist, gera hlutina meira en ég. Veist, ég skaut meira en allir aðri, sko. Veist, ég fór oftar að lyfta heldur en allir bara á Íslandi í mínum aldursflokki. Veist, ég gerði svona ákveðna þætti. Auðvitað var margt vittustíði og ég lyfti bara chest 4 sem í viku. Þú veist, ég hafði ekkert, ég bara fór í bókabúðina og opnaði bara blað og var að vonast eftir að var mögulega eitthvað æfingaprógram frá Schwarzenegger eða eitthvað, skilurðu. Og svo náttúrulega, ég var svo ánægður í Kaplakrika, þú veist, ég leitaði til þín og þú kendi mér að hlaupa og nota orkun og svona fram á við og það kendi mér mjög mikið og ég var fljótastur í landsliðinu, ég var bara í ykkur sprettum og Laugardalsvelli, kom mér bara óvart að við vorum í 60 metra svona fljúandi, pakka þessu saman og og í Lemgo líka, ég fáránlega snöggur, sko. Og ég man alveg hvernig þú hlaupast, ég man hlaupastílega fólki, sko. Ég get stundum séð ekki andlit en ég þekki hlaupastíla. Já, og svo fekk ég oft svona leiðbeiningar, það var ekkert endilega mikið, ég meina, þú veist, alls konar smá, þú veist, og þessna í dag, krökkum vantar svo mikla leiðbeiningu. Miklu meiri leiðbeiningu. Ég bara, ég teit bara til dæmis eins og einhvern tíma tók Eggert búa mig og sagði bara, herru, nú þarf ég að kenna þér hérna að klína. Ég hef aldrei bætt mig jafn mikið, ég pratt á ævinni. Ég var byrjað að hoppa upp á svona svörtu ruslatunnar bara fyrir utan gymmið, bara eftir 2 mánuði. Hann breytti bara, hann lét bara allt systemi vinna saman. Þú veist, það var engin... Þegar maður skilur hreyfingar, það gerir svo margt, sko. Og svona plyometrics og svona alls konar hlutir sem í dag, þú veist hvernig fótboltamenn æfa, þetta orðið rosalega tæknilegt og flott og það samt ekki nóg. Nei. Þetta svo mikið hausinn, ákvarðan að taka hann. Það vantar svona, þú veist, bara fuck it svolítið og þú veist, það allir svo stiltir og labba í röð og í her og eitthvað, þú veist, það vantar svona smá low-gaze-faktor í marga, sko. Já, bara svona kannski X-faktor og það kannski ekki gott að allir síma það heldur, sko, þú veist, þetta svona, maður vill náttúrulega bara sjá íþróttamenn blómstra það eitthvað skemmtilega sem ég bara veit sko. Ég búin að vera í þessu, þú veist, ég menntaður IAK þjálfari og viðskiptafræðingur og búin að fara í master í Bifröst og ég bara hef mjög mikinn áhuga á viðskiptum og eitthvað svoleiðis en bara að þjálfa íþróttafólk og láta þau sjá þau ná árangri, ég elska það og ég bara, þú veist, þeir eru leikir hjá þeim eða eitthvað og fylgist þið með og ég bara, þú veist, það eitthvað ennþá í mér sem tengir þetta og þessna eins og fyrirlesturinn sem ég hef verið að halda og náttúrulega búin að halda kannski 50-70 fyrirlestra í gegnum tíðina í bæði íþróttafélögum og háskólum og ég hef verið að fara í stórfyrirtæki og þeir hafa verið allt frá því að sko bara setja sér sjálfstöðst í árangri og ég að segja ákveðna sögu og tala mikið mataræði og bara heilsu og bara hvernig maður á að hugsa sem sigurvegari að ég þannig eins og með lífið að veist, ég held að svona ákveðin formúla ég að verða góður í einhverju, hún gangi eiginlega upp á öllum sviðum. Og það er fyrirlesturum minn, hann ætlaði að bóka fyrirlestur, sendiði mér á hvað í milliðin? Það logi.gesson@icloud.com sendið á mig og þetta eru bestu fyrirlesturar og sérstaklega fyrir, þú veist, eins og ég verið að halda alveg fyrir 800 manns, 800 krakkar hafa komið þeirra mestir, sko, einhvern veginn í Mosfellsbæ og svona gaman að þetta svona hvetjandi, þetta er sjálfsmyndin, þetta er markmiðasetningin og þú veist, það svo gaman líka að tengja bæði fræðin og líka, þú veist, að ég gerði þetta. Já, Reynslan. Þú veist, bara walk the walk. Já, ég get ekki, þú veist, það getur enginn gefið mér reynslu. Það að gefa manni ráð, skilur við, og það oft við sagt bara, ekki stígi þennan poll, þú veist, ég bara þar, heyrðu, þú verður bara stígi þennan poll. Já. Þú verður blautur og ferði í hann, ekki, en þú ferði í hann og þú verður að læra. Þannig að, þú veist, það rosalega sterkt, svona að, já. Ég er að þjálfa frjálsrættakrakka núna og er ein stelpa sem að hún bara svakalega flott og að hlaupa 300 metra og hún að vinna og svo rekur hún tánna, það náttúrulega gattar undir skónum, rekur tánna í, þú veist, það 2 metrar í markið og tapar og ég svona horfa á hana og ég svona tek hana upp og ég segi, já, nú ertu búin að læra þetta gerist aldrei aftur, við erum búin að þessu
eitthvað, og bara svona, þetta var flott hleyp hjá þér. Og svo næst þegar, þú veist, ég þurfti að velja einhvern í þessa grein, þá valdi ég hana. Þú veist, bara, þú veist, þetta ég trúa á henni. En mér fannst þetta svo mikilvægt, þú veist, þjóðstarta og það klikkar eitthvað. Ég bara, já, allt í lagi, nú erum við búin að þessu. Lærum af þessu, þú veist, þetta er svo mikilvægt. Það er svo mikilvægt að gera öll mistökin. Já, þú verður að gera. Sko. Ég er mjög hlindur þessari nálgun, sko. Þetta er eitthvað í svipa átt sem að ég myndi líka gera með hlutina og líka ekki festa sig í einhverjum neikvæðum hugsunum þú veist, hvað ef, þú veist, það er ekkert ef. Nei, við erum bara farið þangað. Já, og líka bara að gera mistök, það er aðalatriði, sko. Já, það er að gera mistök. Ég bara, þú veist, að læra reynslunni og þetta fer allt í bankan, bakbókin bara hann stækkar á reynslu, þá bara auðvitað kemur sjálfstöðstu með, ekki spurning. En ég er með hérna það sem þú skrifar á X eða Twitter, gamla Twitter, og mér langar aðeins að fara yfir þetta því þú segir hérna, ég ætla að lesa bara fyrirpartinn: þjálfun barna og unglinga á Íslandi er til fyrirmyndar og stenst samanburð í boltagreinum upp að sirka 15 ára aldri, síðan skilja leiðir frekar hratt og á árunum 15 til 20 ára verðum við undir í frammistöðu, sérstaklega líkamlega, styrktar og einstaklingsþjálfun er ábótavant. Hvað segirðu hér? Er hérna, þannig að við erum stenst samanburð til 15 ára aldri, þannig að við erum, veist, Ísland er tæknilega góðir þjálfarar auðvitað, en svo kemur náttúrulega líkamsþroskinn og hérna og svo segir einhverstaðar annars staðar líka, þú veist, bara sé verið að skipta kannski og ört styrktarþjálfara, þannig að það er ekki svona ákveðin lína eða eitthvað. Hvað getum við gert í þessu? Já, ég er búin að horfa upp á þetta svo ótrúlega oft að ég veit ekki, þú veist, maður er kannski búin að aðstoða 50 stráka að komast í atvinnumennsku í fótbolta, annað eins í kannski alveg margir handbolta, en þú veist, ég er bara búin að sjá þetta alltaf þegar ég að fylgjast með yngri landsliðunum upp á 15 ára, við sjáum þetta, við tökum fótbolta bara Góðþía Cup, Svíþjóð, kemur bara öll Evrópa og meira til. Þar er stöndust snúningin bara í öllu, þú veist, tæknilega, hraði, styrkur er bara venjulegur, þú veist, það er allt eins, þú veist, árangurinn er góður og í handbolta líka partilega upp. Svo bara, þú veist, 15 ára landslið Íslands í fótbolta, þú veist, er bara svipað og Þýskaland, þú veist, ég er ekki með neinn gögn, ég er bara búin að sjá þetta í mörg ár, þú veist, rauði þráðurinn er bara að sá að, þú veist, spólum 3 ár fram í tíman, við erum ekki séns, skilur, það er búið að taka fram úr okkur í öllu og það sem er svona, mjög augljóst að benda á er að, þú veist, það er ákveðið svona í styrktarþjálfun á Íslandi, þá er þetta alltaf mikið, þú veist, þetta er ekki tekið nú á föstum tökum, þetta hefur ekki nú mikið vægi. Þú veist, ef að fólk hefur áhuga á því bara að kynna sér, þú veist, að fara í, tökum bara fótbolta, fara bara í, tökum bara City liðið eitthvað, þá, og þú verður að koma með úling þá, eða bara, þú veist, whatever, þá er bara nákvæmlega hvað er verið að fara að gera með styrktarþjálfun frá því þú ert bara 13 ára í akademíunni og þannig til þú ert 16 ára. Þú veist, það er unni með þetta núna, svo þetta. Hvernig er þetta í öllum félögum hérna? Það kemur bara styrktarþjálfari, hann kemur með sitt, vinnur eftir sínu, bara treyst á hann. Og hefur kannski aldrei verið íþróttamaður. Fyrir utan það. Þannig að það vantar að félögin þurfa að setja upp einhverja áætlun. Eftir hverju ætlum við að vinna? Hvernig á styrktarþjálfarinn? Þá er ekkert mál að fá góða styrktarþjálfara inn til þess að gera plönin. Skilur við? En þetta snýr öfugt hérna á Íslandi. Þannig að úti, ég er búin að kynna mér þetta og að hérna, þegar sjúkraþjálfarar koma í þessi lið erlendis, þá koma þeir bara inn í hérna, ákveðna áætlun og vinna samkvæmt henni. Veistu hvað ég við? Það er bara, heyrðu, þetta er gert og þetta er með styrktarþjálfun, þannig að þetta vantar alveg svakalega hérna heima að félögin sé búin að gera einhverja áætlanir hvernig ætlum að byggja upp hérna styrk og þú veist alveg á þessum aldri, þú veist hvernig taugakerfið er og vöðvarnir eru að stækka og það er ákveðið ójafnvægi í líkamannum. Þú veist hvernig ætlar að lyfta, ætlar bara, þú veist, lyfta fremri keðjuna og stundum seinni og svo bara eftir 3 vikur ætla að taka smá hérna chest og það er ekkert markvisst, árangurinn er miklu lengra að koma, þú veist, það þarf stöðuleika í þessa þjálfun eins og alla aðra og munurinn er, ég er búin að kynna mér þetta, ég er búin að vera í þessum heimi í öll þessi ár og þú veist, maður þarf ekki einu svona að gera til þess að átta sig á því. En ég er bara búin að sjá þetta í öllum félögum í það heima og svo er ég búin að byrja þetta saman við erlendis og þetta er svo augljós munur.
að það bara, við erum bara frá 15 til 20 ára, þá verðum við bara eftir á í landsliðum. Hvað getum við gert? Þú veist, hvað getur ég og þú gert? Hvað getum við gert, Logi minn? Það getur náttúrulega allir gert eitthvað. Já. Það hægt að koma með tillögur í félögin að vinna eftir ákveðnum áætlunum. Til dæmis, ertu að tengja við mig það sem ég er að segja með þetta? Já, ég fatta. Við farið bara í FH í fótbolta. Já. Fá að sjá, hvernig á styrtaplanið að vera hérna fyrir næstu flokka og eitthvað. Ef þú farið eitthvað í hendunar, þá bara það er ekki séns. Nei. Ég efast það. Já, ég ætla ekki að segja þess að þeir eru reyndar, ég ætla ekki að þetta er ekki tengt FH, en bara því að við tengjumst FH, það er styrtaþjálfun og það er frekar gott þar. Já, það er mjög flott. Og já, það er búið að koma og þú hefur verið styrtaþjálfari, við erum með Hjört Hinriks frábært og það er alls konar en það sem ég er að segja og hefur verið að vinna góða vinnu. Já. En ég bara, að því við erum að tala þetta afmarkaða aldurspil 15 til 20 ára, þetta er bara miklu markvissara. Það er bara búið að skoða, þetta er allt mælanlegt og úlingarnir koma inn í ákveðin fasa í styrtaþjálfuninni. Þetta er keyrt núna á þessu ári, næsta ári þetta keyrt og næsta ári þetta keyrt. Þetta er það sem vantar. Það er mín skoðun, því ég sé að þetta er úti og þetta virkar þar, að ég held að þetta veri sterkt fyrir liðin heima að fara í þetta. Mér finnst að foreldrar alltaf vera í einhverju svona paniki að reyna að redda einhverju að hjálpa börnunum sínum sem hafa áhuga að reyna að finna eitthvað rétt og svo allir stressaður hvort ég sé að veðja á rétta hestin og eitthvað og ég sé til dæmis bara, ég þjálfað mikið á ungu íþróttafólki og kenna þeim að hlaupa og spretta og ég vil sem sagt kenna þeim að hoppa og lenda, þú veist, út af því þetta er bara ekki kennt. Það er bara, þú veist, heigatar að kunna þetta og arbeir. Veistu það, ég hef séð meistaraflokksleikmenn sem kunni ekki að gera arbeir, en þú hefur bara alltaf gert arbeir og nú eru synir mínir að æfa líka og sonur minn kemur heima æfingu og veist, þau voru að gera eitthvað þrekaðingar, eitthvað framstig og arbeir og eitthvað og ég sagði, ok, og er búið að kenna ykkur að gera arbeir? Nei. Já, það sem að líka foreldrarnir og úlingarnir ég tekur rosalega mikið eftir, þau eru alltaf að spyrja sig, er ég að gera rétt? Á ég að gera þetta núna? Hvað á ég að gera núna ef ég er 14 ára til þess að fá framfærir? Á ég að fara í gymmi 4 sinnum í viku? Á ég að, þú veist, það sem ég var að tala áðan hefur ekkert með FH að gera eða styrta þjálfara almennt eða, þú veist, ég er að tala það þarf að koma system. Já. Það er það sem vantar. Farðu bara hvaða klúbb sem er á Norðurlöndunum, farðu bara í þú veist, eitthvað fótboltaklúbb og sjáðu planið, það er gjörsamlega búið að læna upp bara hvernig þetta á að vera. Það er svona eins og námskrá í skólum basically. Já. Það bara kemur þennan flokk og gerum við þetta og gerum við þetta. Já, við skulum ekki ræða aðalnámskrá. Það er eitthvað sem þarf að breyta líka. Já, en þetta er svona systemist, þú veist, það bara gerum þetta þegar þú komin í þennan aldur. Já, algjörlega. Og ég veit það, ef þetta er markvissara, þá fengjum við svo miklu betri íþróttamenn upp og liðin geta þetta alveg og þú veist, já, eins og ég segi, það er alls ekki, þú veist, að því ég er eins og með FH, mér veist, bara ég tala að því við þekkjum komum bæði upp úr því, það hefur, ef eitthvað félag hefur verið með gott styrtarprógram, þá er það FH, þú veist, og það er alltaf flotti styrtarþjálfarar með meistaraflokkunum og frjálsar og handboltinn, það hefur alltaf verið gert vel við. Já. Og ég held að það sé eina ástæðan fyrir að FH er náttúrulega magnaði klúbbur og búin að búa til alveg endalaust af afreks íþróttamönnum og bara tala handboltan, ég meina bara margir af bestu handboltamönnum í heims koma hérðan úr Kaplakrika og ég meina ég sá Gísla Þorgeir mikið Eggert Boga var að kenna honum alls konar æfingar og þannig að það er unnið mjög gott starf en ég veit bara svona til að massin verði betri þá þurfum við meiri fyrir heildina. Og það þeir sem eru svona kannski líklegastir að taka einhver skref fram, þeir eru hungraðir og þeir eru þá að leita sér meiri þekkingar sjálfskiluru þannig að þeir sem eru ekki eins hungraðir, þú veist, það væri alveg hægt að toga þau líka lengra sko. Já, og líka bara þetta mælanlega, þú veist, ef ég sé fyrir mig bara 14 ára núna, hvað myndi ég gera ef ég væri 14 ára aftur? Á hvað myndi ég leggja áherslu? Væri það styrtaþjálfunin? Væri það bara, þú veist, væri það kannski meira liðleikinn, þú veist, á þessum aldri, þú veist, þannig að það er svo margir óöryggir, hvað er eiga að vera að gera? Já, svo taka þér 2 mánuði
í einhverjum lyftingum, svo ekkert bara í hálft ár. Já. Þú veist, þetta er ekki nú markvist. Nei, einmitt. Og það er það sem að, ég væri til í að breyta. Ef ég myndi fara í þetta, og ég hef oft hugsað hvort það veri gaman að fara og setja upp, skilur einhvers konar áætlun, en þú veist, þetta verður að koma innan úr liðunum og þjálfaranir og það verður að vera, þú veist, eins og hefur oft verið svona alþjálfari sem eru þá búið til algjörlega planið, veist, og við þekkjum það úr íþróttum að, þú veist, ég man eftir í FH ég spóla hans tilbaka að þá var bara, heyrðu, í þessum flokki, í 7. flokki þá ætlum við að læra knattrak og þetta og þetta og þetta, í næsta ætlum við að læra fintur, svo ætlum við að, þú veist, þetta var kennt svolítið mikið eftir þessu, ég veit ekki hvernig þetta er í dag. Nei, ég er ekki viss. En ég vil fá styrktarþjálfuna miklu fyrr í krakkana, meiri þekkingu, að þau skilja taugakerfi, hvernig vöðvarnir virka, þú veist, á æfingum, ég bara alltaf þegar ég æfa, þá er ég alltaf að leiðrétta eitthvað, heyrðu, fara aðeins hæga niður, að því að, þú veist, vöðvarnir, þú veist, þú ert að senda skilaboð en þegar þú bremsar, notaði bremsuna meira, þú bara droppar, skiluru, úr æfingunum og bara svona lítil tips hér og þar, þau gera bara rosalega mikið mun. Ok, en hvað myndirðu, nú þú til dæmis og hann var að fermast, er hann að fara í ræktina, þú veist, leifuru, ertu að fara, tók alltaf svona eitthvað fyrir, en þú veist, ertu byrjað að láta hann lifta og... Já, hann er núna bara, þú veist, komin á stað og bara munurinn á honum er alveg svakalegur, sko. Já. Þetta er náttúrulega líka bara hugafarið og þú veist og svo svo þegar þú veist, stefnir á mér langar að komast í þessa hæfileikamótun þá bara kemst að þangað. Hann spyr mér bara, hvað heldur þið að gera ef þið er að komast? Ég segi, þú ert bara að byrja að taka matinn í gegn og þú veist, hann fyrir bara í kalda sturtu og hann fær sér góða mat og hann er farin að vanda sér, taka til í öllu að því hann er bara, mér langar að vera íþróttamaður. Þá er þetta ekkit flókið, sko. Það er líka bara gott að læra strax að búast til venjur og algjörlega fylgja þeim. Já, og vera líka alveg, þú veist, vera alltaf að prófa eitthvað nýtt og vera svolítið mælalegur, maður sér oft hvernig maður stendur í hópnum sínum, til dæmis í fótbolta. Svo sér maður alltaf einn og einn sem maður kannski stinga af. Hvað er þess að gera? Okkur hann er alltaf að hlaupa svona hratt, okkur er þá veit maður alveg hvað er í gangi. Þú veist, það er verið að stokka upp, skilur. En mér veist svona þjálfun ungra íþróttamann á Íslandi, mér veist þetta rosalega áhugavert. Ég hef svo mikinn áhuga á þessu. Og hvað ætlar að gera í því? Ætlar að fara eitthvað meira að þjálfa og fara að fókusa á þetta eða ég veit það gera eitthvað af þessu? Ég er ekki búin að ákveða. Ég er í svona... Stay tuned. Já, það verður eitthvað, þú veist. Já. En okkur ertu ekki að þjálfa handbolta? Ég spurði þessu daglega. Akkur ertu ekki handboltaþjálfari? Já, akkur ekki. Það eru margar ástæður fyrir því. Okay. Þú ert allavega í handboltanum, við sjáum þig á skjánum og þú ert sérfræðingur og ert svona að koma með þitt input hér og þar. Og hvað er svo bara framundan hjá Loga Geirs? Það verður bara komið ljós. Ég veit alltaf hvað ég er að fara að gera á eftir, sko. Ég var að spyrja náði á þann, hann veit að ég alveg ekki. Nei, ég bara veit að ég er að fara að borða steik núna eftir klukkutíma og svo alltaf í gymmið og svo bara taka eitt að einu. Þannig að það er ekkert langtíma plan núna? Jú, það er bara eitthvað sem ég vil ekki segja. Þessi típa. Já, herðu, en ég held að það er nefnilega mikið alveg hellingur að skemmtilega að fara að gerast. Að það? Já. Viltu ekki okkur einhver hints? Nei, þið er bara þurfa að lesa það í blöðunum. Hver veit? Herru, þetta eru frábær lokaorð. Takk hella fyrir að koma. Bara gaman. Og gefa þið tíma og ég er handviss að þetta er eftir að nýtast einhverjum og þú æsir einhverju upp. Ég ætla á æfingu eftir og ætla að skoða markmiðið mín sjálf, sko. Já, það er líka bara þetta, þú veist, að setja stefnuna eitthvað. Við vitum öll innst inni hvað við okkur langar. Já. Og ef maður vill þetta nógu mikið þá er þekkingin út allt, það er hellinga fólki sem getur hjálpað þér. Fólk vill hjálpa. Já. Þegar þú biður einhvern aðstoð, fólk verður uppi með sér. Já. Og það vill hjálpa. Já, ég finn líka bara, ef ég næ að hafa áhrif á hugafari á fólki, þá getur það gert hvað sem er. Já. Ef ég næ að stilla hausinn, ég byrja að vinna bara í heilsunni með hausinn, þú veist. Okay. Og þú veist, þar byrja allar ákvarðanatökur, allt sem þú gerir. Þú veist, við erum að fá 70.000 hugsanir okkur einast degi, inn og út. Ok, lastu það einhvers staðar eða hendur bara upp 70.000? Ég las það bara eftir rannsókn.
og þú getur flettið upp að meðalmaður að fá í kringu 70.000 hugsanir á dag. Svo bara getur þú sorterað úr því, en það sem að ég finna með íþróttafólk, að með text að stilla það af og segja bara, heyrðu, þetta möguleiki, þú getur þetta, fókusa á þetta, þá bara svo kveikna á því. Þannig ég vinn alltaf fyrst þegar ég að vinna með íþróttafólk, vinn alltaf með hausinn fyrst, svo fylgi ég eftir með þjálfun líkamlegri. Það margt að tína í póka til þess að ná árangri. Segðu þetta aftur. Það margt að tína í pókan til þess að ná árangri. Já. Það eru margar leiðir að árangri líka. Ég held að það gleymi stundum. Að maður tala stundum eins og maður sé með einhverja eina leið. Ég meina, það eru mjög margar leiðir að því að komast í gott form. Já. Það ekkert eitthvað eitt réttar en annað. Þú veist, hvert þetta stefna, þær eru misgóðar, mínum mati. Þú veist, ég tel mig vera með bestu. en það svolítið pointi á hvað ég allt í einu vera með podcast. Það bara út af því að ég þekki svo marga sem eru búin að ná árangri og ég hugsaði bara, heyrðu, hvað ef við getum bara fengið upplýsingar hjá öllu þessu fólki, fólk hlustar, tengi við eitthvað og bara segjum ef allir bæta sig 1%, þá ég bara svakalega glöð. Já, þú ert svolítið að tala þetta 1%, getur þú útskýrt það eitthvað meira fyrir mig? Ég bara hugsa að ef allir læri eitthvað, að það lyfti þeim þá aðeins upp. Þetta svona, hvað segir maður, gefa mitt af ofaskálanar þetta svona, þannig ég svona hugsa bara, hér eru upplýsingar fyrir þig, og svo bara getur þú haldið áfram, eins og vorum að tala um að var erfitt að fá upplýsingar í gamla daga. Já, en sko 1% fyrir hlaupara rosalegt. Já, eftir hvað langt. Já. Meðan að kannski 1% fyrir handboltamann getur verið, í heildamyndinni ekki það mikið, eða fattar hvað ég en ég sammálaður, sko, mér finnst þetta áhugavert og auðvitað þetta bara vera framfarir og maður auðvitað maður að skoða hverju á hana árangur og hvað gerðu og þetta engin geimvísindi og það geta allir og allir sem að hlusta, það geta allir látið drauma sinna að verða veruleika og einu sem stoppar ykkur sem að horfa á þetta, það bara þið, þetta bara í hausnum á manni, þannig að ég segi bara, þú veist, á stefnir á okkar langar að verða eitthvað, ekki vera með plan B, verður bara með plan A og fara bara þína leið, þá kemstu þangað, þó að taki tíma, þó að sé að því að árangur ekki svona, hann er aftur og baka upp og niður og fram og tilbaka og svo endar en þá verður eins og ég á Ólympíuleikunum með silfrið. Þetta voru lokaorð. Takk hérlega fyrir að koma. Gaman að koma. Takk fyrir að hlusta og gangiði vel að elta þín markmið. Klefinn með Silju Úlfars.